Góðir áheyrendur. Nú að hefjast fyrsti þáttur Köngurs í hlaðvarpinu Hlaðan í langa tíma sem hlaðvarp á vegum Bændablaðsins. Nú eru 2 ár frá síðasta þætti. Ég heiti Hlynur Gauti Sigurðsson og starfa hjá Bændasamtökum Íslands þar sem mitt megin hlutverk að vinna veg og vanda að ýmsum málum fyrir skógarbændur. Nú komið árið 2024. Í dag 21. febrúar. Í upphafi árs lagði búgreinadeild skógarbænda hjá BÍ ásamt skógarbændafélagunum 5 út netkönnun til skógarbænda sem stóð í 2 vikur. Könnunin var öllum opin og var auglýst á heimasíðu okkar skógarbóndi.is og á Facebook með ýmsum leiðum. Einnig var fjöldi tölvupósta sendur sem vonandi náðu til flestra félagsmanna. Félagsmenn skógarbænda hjá BÍ eru 177 og þeir eru rúmlega 700 hjá skógarbændafélagunum 5. Það félag skógarbænda á Vestfjörðum, Austur, Vestur, Norður og Suðurlandi. Yfirleitt eru reyndar félagsmenn BÍ einnig skráðir í einhver skógarbændafélagana og þannig viljum við sjá það þróast frekar. Þessi skógarnetkönnun verður til umfjöllunar hér í dag. Til að rýna hana með mér hef ég fengið til minn 2 góða gesti. Það annars vegar Hjörtur Bergmann Jónsson sem nú á dögunum settist í stól formanns búgreinadeildar skógarbænda hjá BÍ og hins vegar kona hans Hrönn Guðmundsdóttir en hún hefur víða komið við í skógrækt og var meðal annars framkvæmdastjóri Landssamtaka skógareigenda á árunum 2013 til lok árs 2017. Komið þið sæl og takk fyrir að gefa okkur tíma í þennan undarlega gjörning. Komdu sæll og takk fyrir að fá okkur. Þetta náttúrulega svolítið pröfuútgáfa hjá okkur að keyra svona hlaðvarp en svo kemur í ljós hvernig við höndlum þetta. Mér langar að spyrja þig Hjörtur. Nú hefur þú verið formaður skógarbænda í rúmlega viku. Hvernig leggst það í þig? Þetta leggst bara vel í mig. Ég náttúrulega svolítið að bara læra eins og og ég verð að náttúrulega fá bara tíma til að komast inn í hlutina. En ég vona að það gangi bara vel. Já, segjum öll hér held ég. Þetta tekur tíma. Og núna Hrönn, nú ert þú þöl reynd í skógarbransanum eins og ég sagði áðan. Hefur verið ráðgjaf hjá skógræktinu og framkvæmdastjóri skógarbænda. Þið ræktið skóga á ykkar jörð og búin að gera það í hvað, 20 ár eða hvað? 25 eða frá 97 eitthvað svoleiðis. Já, orðin ágætis skógur. Já, náttúrulega misjafn eins og allir skógarbændur þekkja hjá sér. Sumstaðar hann orðin bara mjög fínn og ekki alveg góður annar staðar. Hvað hann stór að umfangi og nú eða svo segir orðin 20-30 ára gamall frá fyrstu gróðasetningu? Já, hann um 80 hektara en þetta svona á rýru landi upp á svona lágu fjalli eða heiti Hjallinn. Og þetta bara mjög rýrt og mér hefur fundist þetta rosa skógur. Svo fór ég að heimsækja Ísól Gylfa skógarbónda í Fljótshliðinni. Þá fannst minn skógur bara mjög lágvaxinn og því hann á mjög frjósum og góðu landi með sína ræktun og allt gengur rosa vel þar sko. En eins og ég segi, auðvitað skógarnir mismunandi fyrir eftir ákveðni svæði að vera ræktað sko. Þeir eru alltaf farin að sjá hann vaksa eitthvað til höfus eða ekki núna? Jú, og fyrir hann byrja að sjá sér og mjög skemmtileg og landeigandinn í næsta reit við okkur, hann að fá skói yfir til sín sem að kannski smittar út frá sér. Lausaganga furu. Já, sannarlega. En komum fagnandi allan á þessu svæði. Og þetta þetta land náttúrulega var bara svona uppfoksmelar og rofabörð. Það var bara, og þetta kring bara land sem hefur verið að fjúka upp í gegnum áratugina sko. Þannig að við allavega skilum þessu landi betra frá okkur en við tókum við í. Það er allavega ávinningur. Já, þetta var í fósturi hjá landgræðslunni í kringum, eða frá 76 til, 20 ár. Þangað til að þetta var skipt á landeigendur, eða þetta var sameiginlegt land ákveðins hóps bænda í Ölfusinni. Svo var því skipt þannig að við tókum við þessu þá. En það var eina sem var gert í þessu hjá landgræðslunni þeir friðuðu landið en ekkert annað. Þannig að það var mjög lítil framför í sjálfu sér þannig.
þeir friðuðu það og þá gerðist það ekkert þar til trén fóruð að Nei, skjóta rótum. akkurat. Þannig það oft. Þú náttúrulega búin að rækta skó hjá Hekluskóm og víðar, komið víða skógrækt eins og ég sagði áðan og ég hugsa að sú reynsla, bæði ráðunautarreynslan og líka félagskerfi Landssamtaka skógareigenda hér áður fyrr, komið sér vel inn í framtíðina. En eitthvað sem að þú sér svona í fljótu bræði eða erum við á réttir leið í okkar skógarbænda geira eða skógargeira eða hvað það er? Já, ég held að við séum á réttir leið en þessi breyting á félagskerfinu okkar tekur smá tíma og við þurfum bara að vinna öttulega að því að okkur vantar þessa samstöðu sem eins og Landssamtök skógareigenda voru fyrir okkur skógarbændur og við þurfum bara að styrkja þessi samtök þannig að við gætum líkst því og það verði hagur fyrir allavega mjög marga skógarbændur að við myndum virkjast vel þar og ná þessari samstöðu meðal skógarbænda. Ég held að það sé mjög brýnt sko að skógarbændur sem allra flestir verða okkur samstíga inn í PÍ vegna þess að það er náttúrulega bara í allri hagsmunagæslu og öllu svona félagsstarfi þá skiptir samstæðan rosalega miklu máli. Við sjáum bara sko við erum 177 í BI núna af yfir 700. Ef það fjölgar skógarbændum í BI þá fáum við bara fleiri fulltrúa inn á búnaðarþing og við verðum bara það verður miklu meiri slagkraftur. Já, og ég held líka sko að við getum verið meira svona meira í þá átt sem að Landssamtökin voru sem er reglífasamband fyrir skógarbændur en kannski samhliða að hvetja landsfélögin eða landshlutafélögin að styrkjast í sínum störfum sem ég tel mjög mikilvægt vegna þess að þar getum við verið kannski með aðeins meiri nærþjónustu við skógarbændurnar sem sagt félögin og en ég held að okkur vanti styrk inn í bændasamtöku til þess að ná þessari reglíf yfir okkur. Þetta er svolítið í takt við það sem við erum að fara að spjalla hérna á eftir. Ég er aðeins búin að rýna í þessa könnun og mér finnst við séum svolítið að tóna við þær niðurstöður en aftur að málana. Dagana 24. janúar til 5. febrúar stóð könnun til skógarbænda yfir. Tilgangunum var fyrst og fremst til að kanna stöðuna meðal félagsmanna á ýmsum málum áður en til fulltrúafundar skógarbænda yrði haldinn. Deildarfundur skógarbænda var haldinn á Hilton Hotel mánudaginn 12. febrúar. Alls voru 32 spurningar í könnunni, skipt niður í 4 meginflokka, það eru viðarvinnslu og markaðsmál, nám, málþing og kolefnismál og svo ýmslegt fleira. Og svo gátu þátttakendur gefið þöngum sínum lausan tauminn líka. Notast var við question pro við könnununa til að setja hann upp og samkvæmt tölugögnum voru 166 sem hófu svör. Yfirleitt tók það 7 mínútur að svara könnunni en margir voru lengur. Eftir smá tildekt urðu svörin 153 sem réttlætanleg var að nota. Ruglingurinn mátti helst lesa á EP-tölum en þá kom í ljós að stundum mátti merkja nákvæmlega eins svörun í sömum svörunum frá sömu EP-tölunni og þá var hægt að sameina þau svör því það var greinilega sami aðilinn á ferð. Aftur á móti voru stundum sama EP-talan með ólík svör og þá voru væntanlega til dæmis hjón á ferðinni eða eitthvað sambarlegt. Eftir á síð hefði könnunum mátt vera aðeins betur unnin, það gemur kannski ekki að sök því það mátti alveg draga á góðar ályktanir út frá henni. En þetta var aðeins smá formálið könnunni. Nú skulum við líta á þetta. Við fórum náttúrulega aðeins yfir könnununa á deildarfundinum sem var núna fyrir viku síðan. Sáum aðeins hvernig tónninn var þar. Og það við kannski rekjum okkur ekki alveg spurningu fyrir spurningu, það eru 32 liði af því að margir liðir eru mjög stórir reynda þegar menn skrifuðu svörin, þá var það allt í einu mikið að fara yfir. En ég hafði tekið niður þessi helstu viðbrögð við könnunu í nokkra glærur sem að áheyrendur geta ekki kannski séð en við getum kannski útskipt fyrir og við byrjum á spurningunni hvenær hófst skógrækt á þinni jörð eða skjólbelti? Og þegar við rýnum yfir þetta þá sérst að langmestur meirihluti svarenda hafi skógrækt upp úr aldamótum. Og svo eru
fer þetta hnígandi í báðar áttir. Það er sama tilhneigingin í skjólbeltunum nema á síðari stigum eru örlítið meira skjólbeltarækt. Maður sér það á þessari könnu, eða þessum niðurstöðum að hérna 1990-99 þá var svona mikil skógrækt, kannski á vegum bændaskógræktar og svo fóruð sko landshlutaverkefnin að stað þarna kringum í 90, það var inn í þessar tölu en Suðurlandsskógar fór á stað 97 sem var held í næsta verkefni og svo Norðurlandsskógar og Vesturlandsskógar kannski í kjölfarið. Og svo var sko þungin í gróðursetningum hérna á þessu tímabili hérna fyrir hrun sem svo snarlækkaði plöntufjöldi sem við fengum sem sagt eftir hrun og hefur ekki náðst upp almennilega aftur ekki allana í bændaskógræktinni sem að hérna skópi þar kannski svolítið að berast fyrir að við náum upp í svona meiri styrk. Ég veit ekki hvað við skulum vera rýna lengi í þessa spurningur, þetta saminað spurningu 2 og 3 flatarmál skógarins og ég hafði tekið flatarmál og saminað svolítið við fyrir spurningu þessi könnun gefur kannski ekki alveg nákvæma mynd af hvað við erum að tala hérna en hún sýnir ef við ímyndum okkur að stærð trjána sem ég farin að telja hérna í rúmáli inn í eldri skóga þá má sjá að mest af timbrinu okkar í skógum sem eru rétt fyrir aldamót og eins og Hrönn, þú varst að segja það náttúrulega var mikill slagkraftur hérna á þeim tíma. Algjörlega sko, þar bara kom mikill kraftur í og stærsti hlutin var ábyggilega í gegnum bændaskógræktina sko á þessum tímum. Hér erum við komin á spurningu, myndir þú vilja sjá viðarmiðlun verða að veruleika og hún kannski spurningana 2 og undan gefa aðeins tóninn fyrir þessa spurningu því það töluverður þorri bænda sem áorðið við til vinslu. En vita kannski ekki alveg til að hvernig þau að koma í verð eða koma í jafnvel umhirðu. Það líka hefur virðist verið að gleymast. Og þegar við skoðum þetta þá alveg áberandi hvað mikill meirihluti svarenda vill sjá einhvers konar viðarmiðlun verða veruleika. Og þeir sem hafa einhverja skoðun á því, sko það flestir segja bara já, ég vil sjá eitthvað gert. Það virðist eins og flestir vilji sjá þetta unnið heima fyrir í sinni sveit, fyrir á Suðurlandi, fyrir sunnneska bændur og svona. Einhverjir vilja sjá þetta unnið hjá bændasamtökunum og svo eru þá væntanlega í gegnum búgreinadeildina. Einhverjir ætla að vinna þetta allt sjálfur sem bara vel. Þannig hefur þetta verið út í Skandinavíu líka. Þannig við höfum þann samburð. Á Austurlandi allavega komin ein vinsla svolítið vel á veg, enda kannski þeir skógar elstir, kannski mest aðkallandi í lerki skógunum þar. Það eru skógarafurðir og þeir eru að gera góða hluti að sinna ekki bara þeim markaði heldur eiginlega markaði á landsvísu. En eins og við vitum, eins og við sáum á tölunum áðan að þá töluverð aukning inn í framtíðina núna eftir áratug verðum magnið sem hægt að fá úr skógunum ólega mikið. Það allavega eins og köllunin hérna í þessu svari, þá vilja menn sjá þetta gert í heimabyggð. Sko, ef ég má koma inn í þetta, þá hefur það verið svona mín sýn á þetta svolítið. Að því að við höfum heillað svolítið af þessu módeli sem í Svíþjóð hjá skógabændum þar og ég held að þetta sé alveg framkvæmanlegt fyrir okkur að gera þetta og þá kannski koma inn í þetta svolítið meira skógabændafélögin, þá verður meira svona umsvifs hjá þeim í hverjum landshluta og ég hef líka verið þeirra skoðunar að við þurfum svolítið að vera í samstarfi við aðeins og skógræktarfélögin og jafnvel skógræktina eða þú veist það hægt að gera þetta þannig að við séum bara að vinna þetta svolítið saman og minnst svo skógræktarfélögin þau eru mörg hver að fann að byrja á einhverju smá vinslu í smáum stíl og ég held að við getum bara styrkt hvort annað með þessu. Sko ef að væri þetta sameina eins og við tekum til þess bara Suðurland eða Vesturland að þá væri þetta sko ef þetta allir myndu sameina sig góða vinslu að því að nú vitum við að sko að flytja timbur landsorna milli það kostar peninga sko og svona ekki mjög vistvænt að trukka þessu hringinn í kringu landið þannig að við þurfum líka aðeins að huga því að halda svona kolefnisútblæstri í lágmarki. Það náttúrulega eins og á Suðurlandi náttúrulega margir skógarnir það ungir að þetta ekki fara að gefa mikið timbur af sér
en þetta náttúrulega svo hjá skógræktinu og annað eins og í Þjórsárdal og víðar það bara og eins skógræktafélag Árnesinga þar þetta orðið bara talsverð vinnsla á timbri og fara að gefa af sér. En svo finnst mér líka með að skoða þetta út frá því að við séum við viðar miðlun, sameiginlega viðar miðlun eitthvað svoleiðis, þannig að hver kannski, bara eins og við tökum dæmi, þau á Silfarastöðum, Hrefnu og Jóhann, þau eru aðeins fann að vinna úr sínu efni og ef fólk sem vil gera þetta svolítið svona geti komið upplýsingum inn í svona viðar miðlun, þannig að þarna sé þetta að kaupa efni. Og þannig að við getum byrjað svoleiðis og svo vefur þetta aðeins utan á sig. Maður mætti skoða þetta svolítið svoleiðis. Finna einhverja leiðir til þess að efla minniháttar miðlun svona heima fyrir í litlum landslutum? Já, efla svolítið fjölskyldu skógræktina, sem finnst það svolítið freistandi eða heillandi dæmi. Hugtakið fjölskyldu skógrækt sérkapituli sem við getum tekið bara gott spjall á eftir held ég. Ég sammála þess og ég held að við ættum að reyna eins og við getum að efla þessa fjölskyldu skógrækt og sem sagt rekstrarreiningu. Ekki að kannski vera alltaf að hugsa að fá hluti fyrir sem allra minnstan pening Þú veist, að flytja bara inn erlent verkafólk til þess að planta og gera allt Við þurfum að efla þessa þekkingu og þessa starfsemi í landinu, innanlands. Svona starfsreynsluna og fagþekkinguna líka. Þá komum við pínlítinn á endurmenntun og nám hjá kannski Garðyrkjuskólanum og Hvanneyri til dæmis að það mjög mikilvægt að við deilum miðlum okkar reynslu og þá kemur einmitt sér vel að hafa gott félagskerfi og halda lítilega stór námskeið og kekja heim í skóginn og fá ketilkaffi og allt þetta. Sem bara rosalega mikið atrið að félögin hringinn í kringu landið séu svolítið duglega að halda svona kynningar og námskeið. Það eitt slíkt í skipulagningu hjá okkur Félagsskógabænda á Suðurlandi sem væntanlega verður 13. mars og það svona fræðsludagur hjá okkur eða sem sagt fræðslufundur hjá okkur. Svona uppbytun fyrir fagráðstefnuna. Algjörlega. Og við höfum haldið nokkur sinni svona fundi með annarkvært einhverju svona erindi eða einhverju smá fræðslu og þetta það sem að ítir fólki svolítið að stað að mæta ef maður býður upp eitthvað svona. Hér erum við bara að tala skógabænduna sjálfa, þeirra á milli. Jú. Við erum nefnilega með þessum, ég sé alltaf fyrir mér, þetta mjög jákvæð þróun sem hefur verið yfir áratugina og gott að blessað. Það spurning hvort við þurfum að fara að huga út fyrir og bjóða öðrum að koma með því að við erum ekki endilega þeir sömu og að fara að nota við og erum að framleiða hann. Það gæti verið einhver annar vilji kaupa af okkur. Þetta svona hugmynd þá getum við tengt þetta enn meira enn í fjölskyldu skógrækt. Stórfjölskyldan. Já, þannig að það alveg augljóst að við viljum viðamiðlun af ýmsu tagi. Hvað telurðu eðlilegt að gróðursetja margar plöntur á dag að jafnaði? Og hér áberandi meirihlutin sem segir 1000 plöntur. Af minni reynslu finnst mér það nú bara alveg rétt. Þú þarft ekki að keyra þær út alla daginn, alla daga. Og þó maður nái öðru hvoru meira og öðru hvoru minna þá þetta svona cirka að jafnaði. Hvað haldið þið? Já, ég nú reynslu í þessu vegna þess að ég nú búin að vera verktaki. Var verktaki nokkur ár með hópa, sem sagt 4-5 með mér. 2 sumur vorum við bara mæðgininn, ég og sonur minn og við settum okkur markmið. Plöntum 2000 plöntum á dag en það var í svona land sem var svona jarðunni á svona sléttlendi, ekki mjög flókið og þetta tók okkur einhverja 4-5 tíma að gera þetta og þegar maður búin að vera í svona akkordi í 4-5 tíma þá maður alveg búin að fá nóg og ef þú ætlar að vera jafn duglegur daginn eftir eða ná jafn miklu daginn eftir þá þetta passlegu skammtur en svo þegar landið fór að verða semst erfiðar yfirferðar og erfiðar að koma plöntunum alveg að sem mjög mikið atriði að þetta sé allt bara við hendina að þá fóru afkostur að minnka og svo þegar þeir montrassar sem að halda þeir geti meira planta kannski 3-4 þúsund plöntur í daginn þá þeir óvirkir næstu 2 daga þannig að þetta svona spurning hvað borgar sig
og ég hef hitt fólk að því ég er búin að fara við það og svona fullorði fólk og allan fólk, það hefur bara sett sér svona markmið að gera bara svona 500 til 1000 plöntur á dag. Það er ótrúlega mikið sem það kemur í verk með því að bara hafa svona skipulag á þessu. Og það er líka kannski ef að markmið er ekki sett allt og hátt að þá að bara dæla sem mestu niður á sem stystu tíma að þá eru hlutinni kannski gerðir betur og svo þarf að gefa ábyrgð á þetta líka og huga því hvernig þetta sé gerst sko. Ja, þetta er einlega leikillin sem þú sagði þarna til þess að vanda, til þess að við vöndum verki sko, þá verðum við ekki að flýta okkur á mikið. Það er nefnilega ekki bara gróðursetningir, það er allt hitt og svo þarf að traka þetta inn og ganga frá skýslumálum og huga plöntunum sem maður skilur eftir. Við erum að tala frostna 67 gata plöntu eða stóran lung 24 gata eða stærra. Þetta er bara allavegana svona. Þetta er eins og ég segi, kemur ekkert óvart að fólk miði við 1000 plöntur en dveljum ekki lengur við það. Hérna er umhirðu spurning 5, eftir nokkrar. Veistu hvert þú ætlar að leita þegar þú telur að skógur þinn sé komin á seinni stig grisjunar? Flestir virðast vita það. Eða rétt rúmlega helmingurinn segir já í þessari spurningu, hinn segir nei. Af hverju er þetta ekki meira afgerandi? Hvað heldur þið að, af hverju er þetta svona? Sko, ég veit nú ekki akkur því að sko, þetta er bara spurning hvort að fólk sé þá með sín engaskó eða gerir þetta á sín eigin kostnað en þeir sem eru gerir þetta styrk frá ríkinu eins og við höfum gert þetta þá vitum við alveg hvert við að leita allan núna sko en en það er spurning hvernig þróunni verður hvort þetta verði meira bara að maður leiti til svona einhverja félags eða einhverja aðila sem að taka þetta að sér sem að ég sé alveg fyrir mig við eftir að sjá í framtíðinni. Ég nefnilega held að það sé tilfelli líka. Ástæðan fyrir að fólk svolítið, eða svörin er ekki meira afgerandi þetta, 50-50 cirka, er það að þegar fólk segir já, þá það kannski að fara að leita til ráðunautar en ráðunautur er kannski ekki endilega að fara að taka við keflinu. Nei, hann getur gefið þau kannski ráð, kannski kemur og mælir skóginn þinn og vísa því svo kannski á einhvern aðila sko. Akkurat, eins og þú sagðir áðan, það var möguleiki að það sé myndast einhver verktakabransi í þessu gera. Og ég held að það sé framtíðina því svo er líka sko, við skógabændur erum náttúrulega eldast, þannig að þetta verður ekki kannski okkar herðum að gera þetta ef við náum ekki að yngja upp og ná inn afkvæmum okkar eða yngra fólki inn í þennan geira. Það er einmitt að við erum að ná inn unga fólkinu og halda þessu family forest hugmyndum áfram. Þá er nefnilega fólk er svo misjamt. Sumir hafa sínu þessu lítinn áhuga og vilja kannski vera bara með skógin en að sinnunum, það er ekki þeirra mál. Já, einmitt. Og það er þá spurning hvort að við viljum fá verktaka eða verktakafélag eða eitthvað svolítið sem sinnir þessu fyrir landslutan eða landið eða hvernig það er. Ég held líka að það komi til með að mynda svona verktaka þjónusta í þessu eins og bara við annars staðar. Því að þú þarft bara gott líkanlegt atgerfi þegar þú ætlar að fella mikið að trjám og eins bara við grisjun sko. Við getum kannski sent sko svona snemgrisjun sko, klippa tvítoppa og snirta og svoleiðis sko. En ég held að þurfi bara svolítið, þegar að skóarnir eru orðnir svolítið stórir og tréin há, þá þarf bara heilmikinn tækjabúnað í þetta. Séð skemmtilega þróun síðustu ára einmitt flott að minnist á tækjabúnað að fyrstu keðjusaunar það voru bara álíka þungt og maðurinn sjálfur. Svo eru það lettari og svo tók við rafmagnið og nú hefur við sjáð svona liðlettinga þess vegna út í skógi að sinna þessu úr rafmagnskrúnir. Hvernig veit hvort að þið verði komið fljúgandi drónar hérna eftir hálfa öld eða eitthvað? Það er mjög spennandi tíma framöndan og þetta á bara eftir að verða, ef við vöndum okkur og gerum þetta rétt, þá held ég þetta að verða bara svakalega mikilvæg atvinnuvegur eða atvinnugrein í framtíðinni. Já, það er spurningin, hvernig erum við að fara að sinna þessu? Við þurfum að sinna þessu þannig að við erum að þessu að natni og allt það. Og í þessari könnu númer 7 eða spurningu númer 7, það er spurt myndir þú gera umhirðusamning við einkaaðila grisjun, fellingu og endurgróðusetningu þar sem þú þyrftir ekki að leggja út fyrir kostnaði
en fengir tekjur af afurðu eftir sölu. Svarið nú eiginlega nokkuð afgerandi já, en nokkrir greinilega vilja sinna þessu sjálfur. Þetta prósentu hlutvallina, þannig að helmingurinn vill fá einhvers konar samning, hafa kannski ekki endilega áhuga að sinna öllum verkliðum eins og stendur hérna grisjun, felling, keyra út úr skóginum og hér eru komið svarið. Þetta skandinaviska tilhneigingin að þróast hérna fyrir framan okkur. Ég geti samt trúa því að skógabændur sem eru þokkalegir á fótinn vilji sinna svona léttari umhirðu eins og tvítoppaklippingu, uppkvistun og kannski svona þessa millibilsjöfnun að einhverju leyti en þegar kemur að stærri verkum eins og kannski mikill í gróðursetningu eða alveg grisjun eða rjóðufellingu eða hvað við nefnum þetta og ég sagði það fyrir mig, ég myndi vilja það komast í svoleiðis gera samning við slíka verktaka. Ég segi það sama, mér langar allavega að geta gert allt sem ég get gert í skóginum en kaupa stærri verkin af verktaka. Þannig sé ég það fyrir mér. Við stöndum svolítið frammi fyrir þessu núna því það var svo mikið snjóbrot hjá okkur og verið einhver tvisar sinnum og við byrjuðum aðeins í fyrra að höggva þau skemmtu tréð niður og svona og fá stelpurnar okkar og barnabörnin til þess að aðstoða okkur og fengum út þessu mjög góða daga og þetta var bara til þess að þjapa fjölskyldun svolítið saman og ég myndi sjá þetta fyrir mér að skógabændi geti gert svona en við eldustum alltaf, þetta náttúrulega atvinna fyrir mjög þolimóða og tekum mörg ár þannig að eftir því sem eldust þá viljum við meiri þjónustu. Það mætti líka hugsa sér að skógabænda félögin myndi bara bjóða út kannski á 2-3 ára fresti bara ákveðna verkþætti bara eins og gert víða annar staðar bara taki bara eins og vegaframkvæmdir, girðingar og hitt og þetta og þetta búið út kannski til nokkra ára í senn og ég get alveg séð fyrir mér að það yrði þróun og ég held að er engin hrifin að því að semja við eitthvað eitt fyrirtæki og bara binda sig þar til æviloka það getur aldrei gengið því það verður náttúrulega þróun og menn fara að koma í þessu verktakabransa og ég held að náttúrulega bæði skópi og svo náttúrulega sérstaklega kannski skógrækta félögin út land þurfi að vera bara mjög vakandi yfir þessu. Ég held að þurfum ekki að dvelja lengi hér við því að þessi spurning hefurðu aflað þér þekkingar á skógrækt. Hér hafa langflestir sinnt eða tekið grænni skóga eða tæplega helmingurinn og grænni skóga 2 og svo grænni skóga 3 alltaf að verða til og það varðandi þau mál sem við erum að tala hér, það meðhöndlunin og umhirðan og markaðssetningin. Bændur vilja ennþá læra og svo að spurt hvaða námskeið myndur helst vilja eða nám myndur helst vilja sækja í og varandi þinn skó og það náttúrulega eins og komin nú umhirða og vinnsla og afurðasæla komið setna, þetta eiginlega aðal atriðin. Já, og ég held að þetta brennir rosalega mikið á fólki í dag að það ekki nóg að planta bara nógu miklu að þarf að hugsa skógin Nú náttúrulega komin tími skógurinn komin upp í þessa hæð að mikilvægt orðið að fara að hugsa hann ef hann til þess að gera hann verðmætari og það hagur allra. Þeir sem að svara þessari könnun, þessari 150, þeir eru oftast nær í skógrækt ímyndaði mér, þeir eru hugsa þessi atriði. Hefði þetta verið stærri könnun til annara sem hafa hugað fyrir skógrækt, þá myndi eflaust hinn tikka meira, eins og skjólbeltin og fræmál og plöntumál. Eldvarnir eru eitthvað minnst af það og kolefnismál náttúrulega líka og jólatrí. Þýðið úr þessari könnun eru skógræktendur í dag, þannig að það kannski ekki endurspeglar. Og kannski fólk sem að byrjaði milli 90 og 2010. Já. Og það sem ég myndist á kolefnismál, þá er næsta spurningin hefurðu heyrt af kolefnisbrúnni? Og það virðist vera að flestir hafa heyrt af henni, eða 70%, og 30% veit ekki hvað þetta er. Það er kannski ástæða fyrir því við höfum ekkert verið að opinbera hvað kolefnisbrún er vegna þess að við viljum standa alveg á fætunar áður við förum á stað. En
á fundinum, deildarfundinum sem var daginn, þá var kynnt fyrsta verkefni Kólumbusbrúarinnar hvernig við getum tekið einfalt land. Þess að tilviki voru að tala 20 hektara asparland sem að bændurinn ætla að sjá sjálfur. Svo kom spurningin, vissur að Kólumbusbrúin fyrirtæki í meirhluta eigu skógabænda og þá vildi nú 50-50, fólk var ekki alveg viss það. En þið vissu það? Já, við vissum það sko. Já, við vissum það. En mér finnst spennandi fyrst þú nefndir þetta tilraunaverkefni sem að fara af stað og ég held að það sé mjög mikilvægt að það komi vel út eða það geti, þannig við sjáum svona hvernig þetta virkar. Ég held að það geti alveg verið lyftistöng fyrir Kólumbusbrúna. Það vonandi. Hugmyndin náttúrulega að þetta renni sem allra mest til bænda og stöðli þannig að jöfniði og byggðamálum og hvað eina. Og af þeim sem tóku þátt í könnunni er 70% sem hefur áhugaði að fara í þennan bransa eða eitthvað þannig, kolefniseiningar. Nú förum við í önnur mál. Vilt þú sjá skógabændur efla tengsl enn frekar við norræn skógabændafélög? Svarið já. Algjörlega, mér finnst þetta mjög mikilvægt að við tengjumstum vel vegna þess að við þurfum ekki að finna pjóli í þessu. Það er aðri búnir á því og það var til mjög gaman. Ég fór einsinni með hópi grænni skóga sem fulltrúi skóga, Suðurlandsskóga fyrir nokkur mánuð síðan. Fórum til Skotland sem var akkurat 100 árum undan okkur í skógrækt. Og það var mjög áhugavert að sjá og heimsækja það land, það skógræktarland. Og kannski með svona gleði í hjarta hvernig við getum verið eftir þá 90 ár núna kannski. Tíminn flýgur. Já, við þurfum að blanda geði við rændur okkar inn í Norðurlöndum. Viltu koma ykkur á framfæri við Skóbi, búgreinadeild skógabænda hjá BÍ? Það voru 43 sem að skrifuðu eitthvað og við reyndum að flokka þetta niður í eftir áherslu atriðum. Rétt eins og við komum inn á hérna upphafi þá er samvinna áberandi mest, samvinna við, já hvað? Samvinna milli félaga, samvinna við bændasamtökin, samvinna við... Við erum bara deildirnar og við hefum gott samtal bara þvert á deildir sko. Þannig að landið okkar er þannig gert að það á að vera gott pláss fyrir okkur öll, finnst mér. Já, ég held að þetta endur hljómi bara svolítið það sem að við höfum nokkuð stundu verið að tala að þessi samvinna þarf að vera bara mjög góð. Bæði milli mismunandi búdeilda eða deilda innan BÍ og svo náttúrulega milli félagana. Félögin þurfa kannski að vinna meira saman líka og Skóbi náttúrulega er drifkraftur þar svolítið að ná sameiginlegu slagkrafti. Hérna innan veggja það sem við erum innan bændasamtakana þá er það alveg augljóst, hér þurfum við að vinna betur að þessum málum en við þurfum kannski ekki síður að efla samvinnu og halda góðu samvinnu við skógræktina eins og hefur verið gegnum tíðina. Einmitt. Eða land og skógur. Land og skóg, nýju stofnunin okkar. Og hrönn eins og þú nefndi líka áðan að við þurfum að kynna okkur hvað þau eru að gera hjá skógræktarfélögunum því þau eru að gera sama og við erum að gera mörgu leyti eða öllu leyti. Og líka þá sem við fórum að kaupa timbrið og svo videre. Bara vera bara í góðum samskiptum og eiga bara samtal við alla þessa aðila. Já. Það er það sem skiptir höfumáli í þessu. Og við verðum svolítið sýnilegri kannski líka. Já, er það ekki líkil með þessu? Ég held að það sé svolítið líkil og þar á meðal kannski má benda á það að BÍ getur sett skilti utan á húsið og kannski margir vita að þetta sé hér en þá er þetta svona, erum við sýnilegri? Þetta er bara létt ábending. Komið á framfæri. Það er einmitt næsti punktur upplýsing, það er fróðleikur og upplýsing, hvar eru við? Borgatún 25. Aðrir punktar sem eru hérna, það er BÍ versus LSE, Hrönn, þú nefndir þetta reyndar áðan að við ættum að virkja þetta enn frekar reglífa hugmyndina. Og reglífa hugmyndin er reyndar svolítið eins og Family Forest, fjölskylduskógrækt. Mál sem má sinna hér innan veggja eru lausaganga. Viðarneytar, við erum komin inn á það, land og skógur. Meiri skó, CO2 minna kjaftaði, meiri skó og skipulagsmál, já. Viltu koma ykkur á framfæri við BÍ eða bændasamtökin? 44 skrifuðu og því var flokkað í áherslaatriði og ég ætla ekki að orðlengja það frekar því það er samvinna við búgreinir. Við vorum að fara í það inn að rétt á þann. Skógrækt er líka landbúnað, það tengist þessu svari reyndar mjög mikið. Þetta er alveg og ásamt lausagöngu þá er þetta 3 stærstu póstarnir varðandi skilaboðum til bændasamtakana eða stjórnar bændasamtakana eða þannig. Svo kemur þetta sýnilegri heildarsamtök.
skiltið góða. Já. Og upplýsingar veit að málþing skógabænda kemur hann við sögu aðskilja búgreinar. Nei, viljum það nokkuð, alls ekki. Einhverjir sem eru í fílu. Nei. Já. En svona málþing með jákvæðum og skemmtilegum erindum bara til þess að þjappa saman og fulltrúar og öðrum deildum getur alveg verið velkomnir á svoleiðis. Þess að bara fræðast okkar störf og við kannski að skræpa til þeirra. Já, ég ætla að held að skógrækt eigi erindi við allar eða flestar búgreinar, en við kannski ekkert endilega erindi við búgreinabandur. En þetta alveg rétt hjá þér sko, eins og bara skjólbelti og svona skjólbelti og svona skjólgrúppuræktun sko, hentar mjög vel flestum búgreinum, þó að sé kannski ekki endilega lotýraræktendum, en öllum sem kannski ganga einhvað utan þeirra, þá veitir þetta skjól og bætir náttúrulega ræktun og allt annað, margt annað. Það sama kemur fram í spurningunni, viltu koma ykkur á framfærið við skógabændafélögin, þar sé félögin 5, og það var 40 sem skrifuðu og það flokkaði í sömu liði, og það eins og fyrir í sagan frekar samstarf við BI, og eða rækta félögin innan frá sko líka. Það eins og það vantar meiri drifkraft í mörg félög. Málþingið vill ekki þetta dvelja lengur. Stundar þú annan landbúnað en skó- eða skjólbeltarækt? Já, það er þriðjungurinn sem segir já og 2/3 sem segja nei. Og landshlutadreifing svarenda var þessi að hún er nokkuð jöfn eiginlega. Það er ber örlítið á Suðurlandi, þau eru svona hestasúlan. Sunnlendingar eru náttúrulega að ég man töluvert fjölmenni en önnur félög. Já, við erum flest. Og það hefði mátt vera meira konur sem svöruðu. 1/3 eru konur, en svona ef ég horfið aldursdreifingin í þessari svörun og í þessari könnun er þannig að það eru mjög frekar fáir undir 50 sem svara, langflestir yfir 50 og það frekar þannig, sem endurspeglar enn og aftur þess að við vorum að tala móðan. Já, en svo náttúrulega líka kannski yngra fólki, það náttúrulega bara stöðu sinna vegna þarf það kannski að vera meira upptekið, draga björg í bú og annað þvílíkt. Það er kannski eðlilegt að mörgu leyti að eldra fólk hefur frekar tíma og fjármagn til þess að sinna svona starfi. Þetta gefur ekki mikið af sér sko. En þetta er samt eitthvað sem við þarf að breyta sko, og það kemur til með að gera það. Það hefur tíma til að svara könnunin líka. Að einhvern tíma var þetta rætt að það þetta byrjaði að kenna ungu fólki grisjun og skógarhögg, og þar getur þau kannski fengið ykkur alveg tekjur í einhvern tíma, og þá sjáðu kannski arðsemin í því að fara í skógarhögg. Já, það er mikið til það sem við erum að reyna að gera. Einmitt. Og viltu koma ykkur á framfæri í lokin? Þetta er alveg dásamlega hvað svöruðu margir svona. Það voru 19 svör í þessar spurningu og fjölmargir svöruðu rúmlega 11 manns. Meiri skó minna kjaftaði. Já. En hvað er átt við þetta hrós? Eins og ég vildi túlka þessi svör að þetta eru hrós til stjórnarinnar eða starfana sem er verið að vinna. Já. Okay. Og svo eru aðrar spurningar sem að við skulum kannski ekki endilega dvelja lengi við. Bara dreifing á trjátegundum, það er mest af lerki og minnst af ösp, einföld kurva sjálfu sér. Er búið að snemgrisast inn í jörð, það eru fæstir sem hafa gert það. Ef haldið þið dagsnámskeiðum viðanitjar helgi, myndir þú ferðast á milli landsluta til að sækja það? Já, fólk vill sækja það, sérstaklega ef það er ekki langt að fara, innan síns landsfjórðungs. Nú förum við í kolefnispælingar aðeins, spurning nummer 12. 8-20 hektara landsvæði sem hentar til aspar og langflestir segja já eða nei, margir segja veit það ekki og já en það er ógirt, já en það er tún, já og ég vil gera það fyrir kolefnismarkað. Hefur þú framkvæmdaleyfi til skógræktar? Já, hér er verið að fiska eftir því hvort að það séu skógabændur sem eru að hlusta á sem að eiga ógróðsett land og hefðu áhuga að taka það undir kolefnisskógrækt. Það er 30 sem eru tilbúinir til þess. Er ekki 66? 66, jú. Í þessari spurningu hvaða verkþætti myndir þú vilja vinna í þinni kolefnisskógrækt og kemur ekkert óvart en það er gróðursetning og klippa stiklinga. Einhverju vildu fara í girðingavinnu og vegagerð og jarðvinnslu. Fæstir myndu vilja fara í plöntukaup sjálf.
Nú erum við komin í svona skemmtilegt mál. Það er málþingið. Sóttir þú málþing skógarbænda á Varmalandi í október? Já, 20%. Nei, en hefði það viljað það, 30%. Og einhverjir horfðu á streymi og upptökur, ekki mikið. Nei, vissi ekki af því, 10% og nei, komst ekki. En ég vil meina að það hafi nú bara verið ágæts aðsókn. Þetta var bara mjög vel sótt og alveg frábært málþing, sko. Sko við verðum líka átt okkur að þetta var vorum í COVID krísu og þannig að fólk var ekki ennþá almennilega farið að hittast en þarna var þetta kannski fyrsta skipti eftir þá krísu og mér fannst þetta takast virkilega vel og félags skógarbænda á Vesturlandi eiga hróskilið og þeir sem að þessu stóðu allir því skipulegi og líka bændasamtöku fyrir styrkin og allt saman. Hróðurinn dreifist víða því að áhugi á annað málþing sem er fyrirhugað á Laugum í Sælingsdal 12. október núna á þessu ári. Hróðurinn dreifist því að það er helmingurinn sem hefur áhuga að sækja það og einhver hluti hefur áhuga að horfa það í upptöku eða streymi en lítill hluti hefur áhuga að vera bara heima. Og viltu koma með hugmyndir eða tillögur fyrir málþingi á Laugum? Þetta eru viðarnetjar, félagsstarf, smáplöntur og örverur, kolefnismál, innviðir og skipulag. Svo kemur minni skala, lausaganga, nám, umhirða, nýliða aðstóð, skjólbelti og land- og skótenging. Þannig að viðarnetjar er enn og aftur, það ber svolítið á því. Má ég aðeins bæta við til þetta málþing sem er framöndan og mér finnst kannski að nota tækifæri og hvetja fólk til þess að grípa tækifærið og mæta vegna þess að þarna er líka ein leið fyrir þess að efla félagsandan hjá skógarbændum að því allan á síðastu málþingi þá enduðum við með smá árshátíð eða við enduðum bara með árshátíð sem var bara virkilega gaman og þetta svona lagað eflir andan, svona félagsandan hjá okkur þannig að það er góð leið til þess að kýla okkur aftur upp. Koma saman og hafa gaman, það getur verið svolítið mikið aðrið. Skógarmannaskál. Já. Akkurat. Lestu bændablaðið var ein spurning. Hún var eiginlega óþörf því að lesa þér bændablaðið sjálfsögðu. Og við getum rýnt í hverja einustu spurningu og hvert einasta svar frekar kannski. Já, heimasíðunni skógarbóndi.is undir fréttinni með málþinginu. Sennilega 5. febrúar. Hún er frá þeim degi það bil og þar er hægt að rýna í til dæmis hvert einasta svar og það má náttúrulega við fengi allar þessar pælingar hérna en til þess er leikurinn gerðu svolítið að við erum að pæla og velta fyrir hvort við séum á réttri stefnu. Erum við á réttri stefnu? Já, ég spyr ykkur. Ég held það. Ég held við séum bara á réttri leið og svo bara áfram gakk. Ég held það líka. Ég held að við séum á réttri leið. Þetta er bara, og það er bara að halda áfram. Og hafa gaman að því sem við erum að gera. Það lifir ekkert félagsstarf nema við höfum gaman að því, sko. Við eflum ekki félagsstarf ef það er kvöð, sko. Við verðum að hafa gaman. Og það skulum við gera. Við gerum það. Sammála því. Þetta er svolítið skemmtileg lokaorð, ekki bara láta það duga. Takk fyrir það. Bara takk fyrir spjallið. Takk fyrir okkur, eða mig. Takk fyrir mig.